Já, hér hjá mér eru þeir Vilhjálmur Hjálmarsson, formaður heilbrigðishóps ÖBÍ, réttindasamtaka og Ragnar Freyr Ingvarsson, formaður Læknafélags Reykjavíkur. En nýverið var málþing haldið á Grand Hotel á vegum ÖBÍ og eða vegum ykkar í heilbrigðishópnum. Já. Þar sem var verið að ræða komugjöld og kostnaðin í heilbrigðisþjónustu fyrir öryrkja. Það földu skattheimtu. Já, þess að földu skattheimtu. Þú einmitt, ef við byrja kannski aðeins á þér, Vilhjálmur, þú skrifaði grein líka nýlega, þar sem að þú ert að tala með þess að földu skattheimtu og þú kannski útskýrir aðeins fyrir okkur hvað nákvæmlega tákna þessi komugjöld. Hvað eru komugjöld? Komugjöld eru kostnaður sem að ákveðnar heilbrigðisstéttir hafa lagt á af því að hafa ekki verið endurnýjaðir samninga við sjúkratryggingar. Þannig að sérgreinalæknar hafa verið samningslausir síðan 2018, sjúkraþjálfarar síðan 2019. Ef ég man rétt þá var ein verðlagshækkun á læknum, en eftir 2019 hefur ekki svoleiðis gerst, þannig að þetta er eldgamall texti, eldgamall samningur sem hefur bara staðið í stað og meðan hækkar náttúrulega allur kostnaður. Þannig að fyrirtæki hafa verið að rukka gera reikninga samkvæmt gamla samningnum og sjúkratryggingar mögulega taka þátt í eitthvað því, en leggja síðan á eitthvað sem kölluð komugjöld. En við vorum reynda búin að fá þarna deginu fyrir málþing eitt dæmi, það sem stóð bara frá þriðjudaginn síðasta, það stóð bara álag vegna samningsleysis við sérgreinalækna. Já, bara mjög. Það kalla þetta rétt nafni. En þetta er falin skattheimta vegna þess að við því ÖBÍ í heilbrigðishópurinn og ÖBÍ létum gera rannsókn fyrir 2020. Það kom í ljós að þetta var 1,7 milljarður fyrir alla heildina. Ef þú tekur alla í aðildarfélögum í ÖBÍ þá erum við hlutfallslega þetta bara jafnt með restan af þjóðinni. En við vitum eins og það er kannski 50.000 manns. En þar af eru 20.000 manns eða jafnvel aðeins minni hópur sem eru á örorkubótum, örorkulífeyri heitir það. Og þetta er fólk með mjög lága tekjur sem þarf mjög líklega að sækja mikið af þessa þjónustu. Já. Og án þess að taka til þessa að 1,7 milljarður þá var komið yfir prósentu og líklega nálgast 2% ígildi auka tekjuskatts. Í dag, síðustu áramót, þá áætlum við og málið það hefur ekkert verið fylgst með þessu. Það var engin annar skoðað þetta nema ÖBÍ. En áramót voru það mikla hækkanir 40-50% að þá er 1,7 orðin 3,4 milljarðar. Og með hækkanir sumar, eða það sem gerist núna áramótin, þá var þetta komið yfir 5 milljarða. Þetta er ekkert smáræði. Sem að megninu til lendir á veiku fólki. Og eða sérstaklega bara tekjulega fólki í landinu. Og þetta kemur hvergi fram. Þetta er að vísu bókvært og eitthvað sem að þessi fyrirtæki sína og borga sinn skatta og hana, það er ekki málið. En þetta er bara falin kostnaður við heilbrigðisþjónustu sem kemur hvergi fram óbeðlega. Einmitt. Svo ég kannski snúið mér aðeins að þér, Ragnar. Komugjöldin, samningar við sérgreinalæknarunni út 2018. Ég man það var alltaf talað um 2017 og fyrir þann tíma samningar hefðu klúðrast svo gjörsamlega þarna einhvern tíma áður og sérgreinalæknar hefðu gengið út með 17 mismunandi samninga eða guð má vita hvað. Ég meina hvernig vilja læknar semja? Vilja þeir semja við, að því nú talaði til dæmis María Heimisdóttir á þessu þingi að það þyrfti að semja við þjónustuveitendur. Já, þjónustuveitendur en ekki félög. Já, Læknafélag Reykjavíkur hefur náttúrulega séð samninga fyrir sérgreinalækna í meira en 100 ár. Þannig að forsagan er ákaflega löng, þannig að við byrjuðum 1909 að semja við þá sjúkrasamlag Reykjavíkur. Og þetta hafi verið ríkinu og íslenskum sjúklingum og bara skattgreiðendum ákaflega hagstæð kaup í gegnum árin. Við getum farið nánar út til að sauma hvernig samanburður en Læknafélag Reykjavíkur hefur umboð allra sinna félagsmanna að semja við þá sjúkratryggingar Íslands og það hefur verið úrskurðað þess efnis að sjúkratryggingar reyndu einu sinni að segja nei,
læknafélagið er þrátt fyrir yfir 100 ára sögu að hafa samið við ykkur, þá þið ekki samningsaðili, en það fór fyrir kærunefnd og það búið úrskurðum það að við erum löggildur samningsaðili og hérna við hefum í gegnum tíðina gert rammasamninga þar sem farið, þar sem læknafélagið kemur þá fyrir hönd allra sinna félagsmanna, þetta eru líklega 24 að 26 sérgreinar og býr til, hvað getur maður sagt, gjaldskrá sem á þá að endurspegla þá starfsemi sem fer fram á stofu læknisins. Þessi gjaldskrá hefur ekki tekið neinum breytingum liðin áratug, ég get talað fyrir mína sérgrein þá, því ég er nú gigtlæknir, og hún hefur ekki breyst neitt síðan upp á 1990 og ég get alveg sagt ykkur að það hafa orðið ótrúlegar framfarir bæði í lyfjameðferðum, í greiningaraðferðum, það er ríkuleg skráningarskylda í öryggis og öryggisgagnagrunna, þannig að og gjaldskráin sem var þá til notkunar á þeim tíma, hún endurspeglaði engan veginn störf læknum, þetta átti við fjölda sérgreina. Og í aðdraganda sem sagt samningana 2018-19 var náttúrulega reynt að uppfæra gjaldskráran, en allt kom fyrir ekki, sjúkratryggingar Íslands vildu líka algjörlega stýra því hverjir færu inn á samning og það hefði verið höfðað dómsmál sem sagt að voru læknar snúa heim úr sérnámi og það þeim var meinað að komast inn á samning til þess að geta opna stofu til þess að fara að þjónusta sjúklinga og það þurfti að höfða dómsmál til þess að þeir gætu hafið sína starfsemi. Og ég meina við höfum staðið í stríði við því miður í allt of langan tíma þessa ótrúlega mikilvægu og umfangsmiklu starfsemi. Þannig að ykkur finnst í rauninni ekki heldur réttmætt og kannski dómur búin að jafnvel eða úrskurða að vissu leyti eða hvað að þessi rammasamningar, því nú kom fram á þinginu að rammasamningar þættu bara ekki góð ella. Já, ég veit, mér þykir þetta mest að furða því að þegar það er 100 ára saga farsæla notkun rammasamninga við heilbrigðisstéttir að allt í einhver skrifstofublók segir að þetta sé ekki móðins í dag og þetta sé alveg ómögulegt. Það bara orkar tvímælis í mínum huga þegar það er sagt. Ég meina, eins og ég nefndi, rammasamningar hafa verið ríkinu og Íslendingum ákaflega gott verkfæri í að stýra verði á þjónustu og greitt aðgang íslenskra sjúklinga að sérfræðiþjónustu. Og til samanburðar get ég nefnt þetta, og þetta hefur meira að verið kannað fyrir nokkrum árum síðan birtist grein í Lancet, þar sem Ísland var borið saman við yfir 190 önnur lönd, OECD-lönd. Og þar kemur fram að aðgengi að sérfræðiþjónustu er best í heimi á Íslandi, eða var það þá. Og ekki nóg með það að óháð því hvaða sjúkdómaflokk þú ert í, þá átt þú bestu líkurnar því að verða 75 ára á Íslandi. Þannig að þetta verkfæri rammasamningurinn hefur tryggt Íslendingum aðgengilega og góða heilbrigðisþjónustu í 100 ár. Þannig að það að fara að segja það að þetta sé bara eitthvað úrelt og lélegt, ég bara get eiginlega ekki tekið undir þau rök. Það er eitthvað annað í þessu, það er bara þetta orð rammasamningur. Þetta eru 2 orð, rammi og samningur. Það virðist að gerast til þess núna með sálfræðinga, ég ætla að fá þetta betur greint, en þarna hafi sjúkratryggingar búið til rammasamning og samningshlutin byggður okkur með eldgamla texta sem var aðeins hækkar. Það var ekki talað við sálfræðingu það. Hvað er þá samningurinn? Jú, þjónustu veitandinn einhliða samningur í rauninni. Ramminn er búin til einhliða. Svo má maður bara skrifa upp og hvort maður vil vinna eftir þessu eða ekki. Já. En svo var nú bæði heilbrigðisráðherra og Maríu tíðrætt það á þinginu að í rauninni er það ríkisstjórnin sem ákveður hvað á að fara mikið til heilbrigðismála. Já, það er náttúrulega fjárveitinga valdið það allt ekki. Pólitíski punkturinn eða fókusinn hann ráðherrans og ríkisstjórnar. Og svo er það fjárlögin sem allt ekki. Og það er svo skrítið þarna.
Ég var að tala við hana Maríu hans eftir og ræða betur við hana og hún segir, finnst mér það einfallega, það mögulega rætt við læknafélag Reykjavíkur eða sjúkraþjálfara eða sálfræðinga og svo gerð einhver þarfagreining sem svo allt í lagi en byggt á því að þá metið hversu mikla peninga þarf og það sett inn í Alþingi sem aldrei samþykki neitt þetta og jafnvel minna. Svo búin þessi rammasamningur innan þessa ramma sem að það aldrei hækkað á næstu fjárlögum eða neitt. Það eitthvað mikið að þannig kerfinu og bara það að við getum svona slegið á að þetta komugjöldin séu svona 5 milljarðar núna eða meira, segir okkur bara það að sko lágmarks auka fjárþörf inn í þetta kerfi 5 milljarðar. Líklega sko 10 eða plús, en lágmark. En samkvæmt sko, nú kom fram líka, held ég, í greinni þinni að reikningarnir eru náttúrulega stundum eru læknar að setja á komugjöld. Bæði læknar og sjúkraþjálfarar. Já, læknar og sjúkraþjálfarar setja á komugjöld og stundum bara þjónustan líka hækkuð eitthvað. Já, sko, að því ég regn úr stofu og ég get alveg bara sagt ykkur hvernig það nákvæmlega. Já, endilega. Og ég get bara, ég ekki með komugjöld, því að mér heitir þetta leiðrétting vegna samningsleysis við sérgreinalækna. Og sem sagt, á meðan það engin samningur, það þarf ráðherra að setja endurgreiðslu reglugerð. Og reglugerðin inniheldur þá alla gömlu rammasamningana sem voru þegar samningar voru í gildi og það sem innan samnings getur maður þá ennþá sent til sjúkratrygginga. Þeir liðir hafa þó ekki verið hækkaðir neitt síðan 2020, janúar 2020, þannig að einingaverð til okkar hefur verið óbreytt og þetta hafa læknar á ólíkan hátt, það náttúrulega breytilegt hvernig læknar reikna sína þjónustu, hafa lagt á leiðréttingu og svo hafa læknar náttúrulega eins og ég til dæmis tekið upp nýjungar sem ekki náðist að semja seinast, eins og hvað get ég sagt, eftirlit með flókinni lyfjameðferð, umsóknum líftæknilyf, klíníska stöðkerfisomskoðun, bara það sem kallum nútímalega læknisfræði og það þá myndum að það flokkast kannski sem auka gjaldaliðir. Þannig að þegar, ef þú kæmir til mín, þá væri það þannig að einn reikningur væri gefin út með þeim liðum sem innan endurgreiðslureglugerðarinnar og þú átt greiðslu þáttöku bara í þeim liðum. En svo kemur hinn reikningurinn, þar sem ástendur kannski leiðrétting og svo segjum svo að ég ómað á þér öxlina, það myndi bara ómun af öxl og þá fengir þú 2 reikninga og þú færir með þá inn í afgreiðslu og þar myndi leggja saman upphæðina og þú borgar þá upphæð. Og þetta náttúrulega, mér finnst þetta alveg ræðilega ósanngjarnt af því auðvitað, þetta sannarlega kostnaður sem þú leggur út fyrir og þú átt lögum samkvæmt að fá endurgreidda fyrir, það stendur í lögum og þú verður að fá endurgreitt fyrir útlæðri kostnaði heilbrigðisþjónustu. En þessi hinn reikningur, hann ríkinu algjörlega ósýnilegur. Ég reyndi sem sagt janúar 2019 af því mér þótti mjög mikilvægt að sjúkratryggingar myndu sjá þessa hluti. Þannig að ég ringdi upp eftir og sendiði marga pósta. Hvernig get ég komið þessum upplýsingum til ykkar? Það mikilvægt að þið vitið hvaða kostnað sjúklingurinn minn þarf að leggja út fyrir. Þannig að þau allavega hafi vitneskju. Það var ekki. Nei, þau vildu ekki sjá þau gögn og sem alveg ótrúlega dapurlegt verandi að við þurfum þá núna að gera kannanir, eða ekki við, en Öryrkjabandalagið hefur staðið fyrir þannig könnun senast 2020 og við höfum rætt það á fundi að ég myndi sem formaður læknafélags gjarnan vilja vita hver raunverulegur kostnaður sjúklinga er. Þetta getur ekki verið svona. Ég meina, við búum líka bara við, það bara þessu ári verðbólgan, 9,4%. Einmitt. Og nú eru 4 ár síðan samningarunnu út. Já. Og hvað? Ég meina, eitthvað að gerast inn í ráðuneytinu? Það var talað að það væri einhvers konar hópur að störfum
Ég ætla að vera sanngjarn við Willum Þór. Já. Hann er mjög jákvæður fyrir að breyta þessu. Hann er ekki búin að vera þannig í hvað sagði hann, 11 mánuði. 11 mánuði, já. Mér virðist sem að komin einhver hreyfing á hlutina. En þetta nær varla þessum fjárlögum núna. Það þýðir bara að þetta frestist ennþá meira og meira. Já, ég hef líka átt samtal við Willum og það er ákaflega gott að hlusta þann mann. Hann sýnir þessum málaflokki og bara heilbrigðiskerfinu öllu áhuga og hann átt að sá því hvaða stöðu við erum komin, ekki bara sérgreinalæknar, sama á við sjúkraþjálfara og sálfræðinga og talmennafræðinga. Ég meina þetta eru stórar stéttir sem sinna alveg ofboðslega stórum hópi fólks og þannig að mér sýnir samt alveg á fyrstu drögum að fjárlagafrumvarpinu það er ekki gert mikið ráð fyrir þessu þar. Vonandi eru einhverjar leiðréttingar í kortunum. En það hafa semst á milli læknafélagsins og sjúkratrygginga hefur bara verið, getur við sagt, svona þreifingar, svona óformleg samtöl. Ég meina samningaviðræður, ég get ekki sagt að þessu eiginlegar samningaviðræður í gangi, það er bara svona einhverjar þreifingar, sko. Sem er náttúrulega kannski gríðarlega alvarlegt, sko, og það líða bara árin, sko. Já, sko, gjáin stækkar bara. Já. Semst, bilið á milli, það verður miklu ódýrara að ávarpa þetta strax í upphafi. En eins og okkur steytir á, það er nokkuð svona mikilvæg hugtök sem maður getur sagt, af hverju er ekki búið að semja? Og það er mikilvægast er að tala á þinginu, þetta er bara verð og magn. Þetta er rosalega einfalt, verð og magn. Verð og magn, einmitt. Og ég sagði á þinginu þarna, magnið, við erum að tala um sjúklinga, við erum að tala um fólk. Og þá segir ríki, sko, það verður að ákveða það hversu mikið þjónustu á að veita. Og við segjum sjálfsagt mál, þið geti ákveðið það, en ég get ekki ákveða. Ég get ekki valið á milli ykkar tveggja. Þú veist, ef þið lendið í slysi, ég get ekki sagt, ég ætla bara að þjónusta þig eða þig, en svo er peningur, það verður einhver annar en ég get ekki siðferðislega svift einhvern réttindum sem hann á bara sannarlega rétt á, að því bara peningurinn kláraðist í október. Ríkið verður að svara, hvað gerum við þá? Hvað gerist ef kvótinn er búinn í október, eða nóvember, eða desember, eða whatever? Hvað gerum við þá? Já, því var tíðrættum, hvað gerum við hinna? Já, hvað gerum við hinna? Því, ég ætla ekki að loka stofunum minni, ég ætla ekki að hætta að sinna fólki, en það verður einhver annar en ég að ákveða það hvernig þetta er gert. Það er ekki heldur að ætla til þess að læknar, sjúkraþjálfarar og aðrir, sko, vinni fyrir þá sem að eiga fá eitthvað endurgreitt og mun lægri texta, en taki svo einhverju aðra einu og rukki þá meira. Það er bara komið með tvöfalt heilbrigðiskerfi, þar sem þeir sem eiga peninga geta borgað sér framfyrir. Það er ekki lægi. Nei, það er náttúrulega ekki lægi, en mér finnst bara mjög mikilvægt, veist, þú nefndir það með tvöfalda heilbrigðiskerfi. Síðustu 10 árin hefur verið tvöfalt heilbrigðiskerfi á Íslandi. Og það er ótrúlega mikilvægt að við horfumst bara í augu við það. Getur þú útskýrt það aðeins nánar? Ég nefnt samningsleysi síðustu 4 ára hefur skapað tvöfalt heilbrigðiskerfi. Það er þessi 2 reikningar, annars vegar það sem er borgað í og hins vegar það sem er ekki borgað í. Fyrir utan það er náttúrulega mikið af þjónustu sem er veitt bara óáreitt af ríkinu, ekki það hefur neitt á móti þeirri þjónustu, bara alls ekki. En ég menna liðskipta aðgerðir í klínikinni, efnaskipta aðgerðir í klínikinni, það er fjöldi augnlækna að gera augnsteina aðgerðir utan samnings, þar sem engin greiðsluþátttaka er. Það er fullt af þjónustu sem er selt á opnum markaði. Og þannig að það er löngu komið tvöfalt kerfi. Og þetta er náttúrulega bara vegna þess að hið opinbera hefur ekki horfst í augu við vandan. Þjóðinni henni fjölgar og eins og segja, dásamleg staðreynd er að við erum að eldast, sem er líka dásamlegt. En þá verðum að líka horfast í augu við það að með vaxandi aldri það þýðir aukin heilbrigðisþjónusta. Og ég menna við hefum bara, þú veist, hvað segir maður, siglt sofandi að feigðarósi þar. Við hefum ekki undirbúið okkur. Okkur vantar, ég meina það er ekki bara sérgreinaþjónustan, ég meina við hefum ekki sinnt heilsugæslunni nógu vel, við hefum ekki sinnt heimahjúkrun, við
verjum 10 sinnum minna fé en Svíjar í heimahjúkrun og heimaþjónustu. Þannig að þú veist, það margt sem við bara hefum gloprað frá okkur og það verður ekkert, ég meina, það að horfast ekki í augu við þetta, það verður ekkert ódýrara að leysa þetta. Nei, einmitt. Með svo líka hinlega þessu erum við að sko spara örin og kasta krónunni vegna þess að með því að meðhandla ekki fljótt og hratt og vel þá erum við að búa til framtíða vandamál sem að kosta einstaklingana, samfélagið, allt saman, bæði peninga, andlega og þvíumlíkt. Við erum bara að búa til meiri kostnað fyrir kerfið. Já, Og einstaklinga. Einmitt, mér langar aðeins líka að koma inn á það, þú nefndi það einmitt Ragnar á málþinginu, tókst dæmi af Douglas Abbey, Já, þannig að hvað, Nuka System of Care eða Já. eitthvað svoleiðis. Já, ég sem sagt, það er bara fljótt eftir þetta COVID-ævintýri, ég var gerður þar, dubbaður þar upp sem yfirlæknir COVID-göngudeildarinnar og það var ótrúlegt að fá að taka þátt í því verkefni og sérstaklega eftir að við getum sagt gerðum upp fyrstu bylgjuna þá allt í einu við vorum með spálíkönin þið munið þegar þau voru birt í sjónvarpinu svartasta spá, líkleg spá, lægsta spá og allt leit þetta hræðilega út og þannig að við bara prófuðum þessa COVID-göngudeild og svo kemur bara daginn að innlagnarbylgjan var miklu lægri heldur en við bjuggumst við og það kom náttúrulega mjög skemmtilega og óvart að geta sé og þá í fyrsta skipti á ævinni fannst mér, maður vissi alltaf að það skipti máli að komast til læknisins þú veist, það er gott þarna fekk ég bara fyrsta skipti bara töluleg gögn hversu miklu máli skipti það var semst 70% færri innlagnar en við bjuggumst við bara það að tala við fólk og hughrista það í síman kalla það inn í skoðun gefa því vökva í æð þess hinum og þessum sýkla þetta var allt hræbilleg inngrip sem í læknisfræðilegum er ekki svona sexy læknisfræði það að klappa einhverjum á bakið og hugreistan gefa honum vökva í æð og kannski loft og þetta er ekki svona sophisticated læknisfræði og þarna allt hérna bara sá maður bara wow, þvílík áhrif og þetta sem sagt það er í rauninni bara aðgengið að fólk hafi aðgengi að lækni allt hérna þetta er bara svona rosalega mikilvægt og svipa leiti þá eru Jón Þorkell kollegið minn í Lundi við vorum saman í gigtlækningum fórum saman út þá sendir hann mér eitthvað podcast sem heitir Vordmaktspodden þar sem við erum að tala við að því það er líka annað sem mér er mjög hugleikið það er að tala við fólkið á gólfinu að því við tölum við sjúklingana og heyrum hvað þeir segja við okkur það er þjónustan sem við eigum að veita en allavega þetta podcast ég hef hlustað mikið á það síðan en þarna var viðtal við hann herramann kollega minn Douglas K. Abbey og ég er búin að hlusta á svona 25 sinum á þetta podcast síðan og ég er líka búin að tala við hann ég fundi við hann, ég bauð hann á læknadaga á málþing sem Runólfur Pálsson og Mari Heimisdóttir héldu utanum og því miður voru, þetta var hann allir í Alaska og það var 8 tíma mismunur þannig að hann þurfti að vera fyrstur snemmum morgunin, það var ekki nóg margir held ég ráðamenn komnir til að hlusta á hann en hann hefur sýnt fram á það með því að breyta kerfinu hann kallar það same day access og þá er það sjúklingurinn sem velur hvernig sá access er og þá er það teiminu þá er kringum læknin er myndað teimi það getur verið þess svona sálfræðingur, hjúkrunarfræðingur, sjúkraliði þess svona djákni það mynda bara teimi til að sinna samfélaginu heilsugæslunni og þú ert rétt á milli 8 og 5 alla virkadaga kemst alltaf í samband og þú getur sendt e-mail, SMS, hringt, myndsambal, þú getur komið, en allavega það er á forsendum sjúklingsins. Og þeir hafa farið frá því að vera bara lélegir í flest öllum mælikvörðum fyrir 25 árum síðan. Það hafa lyft sér upp í efstu 10 til 25 persentílin, lyft sér alveg upp efst á kurvuna og skara fram úr. Og það sem meira þeir kosta helmingi minna en þeir kostuðu fyrir 25 árum síðan. Og þessar 2 staðreyndir segja manni bara það segja mér það allavega að þetta skiptir höfuðmáli
og þetta, ég meina þetta hefur gert það verkum að ég breytti því hvernig ég rek mína stofu. Það er bara og ég reyni hvað ég get að lifa eftir þessu að sjúklingarnir mínir hafi gott aðgengi að mér. Ég kannski svar ekki í síma en ég er með tölvupóst sem þetta ná í mig og ég breytti til dæmis bókunarkerfinu hjá mér til þess að reyna að mæta fólki eftir hvernig það þarf að mann að halda og ég vona, ég veit náttúrulega það er erfitt að mæla sitt eigið þýði en ég vona það að þetta skili árangri að veikindi sjúklingana minna verði minna fyrir vikið. Nú talaði María Heimisdóttir mikið þarfagreiningar og Vilhjálmur náttúrulega þessi mæling Öryrkjabandalagsins hún er náttúrulega kannski sýnir ákveðna þörf. Nei, eiginlega ekki sko vegna þess að við sjáum til dæmis ekki nógu vel hversu margir sækja sér ekki þjónustu að þeir eru ekki peninga. Þá er þetta vangreining og þörf. Þetta er vangreining og þörf. Við þurfum að finna... Þannig að þessi 5 milljarðar eru ekki raunhæfir heldur sko í rauninni. Nei. Við þurfum að finna fólkið sem neitar sér þjónustu og við þurfum að finna leið til að sinna því. Þetta er náttúrulega, það er hræðilegt til þess að hugsa að fólk leiti ekki sér hjálpar hvernig það sá ekki fyrir því. Og það er ömurlegt. Og við þurfum að finna við þurfum að finna þetta fólk og vita hvað eru mörg og það verður að reikna með þessu. Því að það fólk sem neitar sér þessa þjónustu, það mun síðan skila sér bráðamóttöku. Þegar bara í óefni er komið. Og það náttúrulega, það sjá það allir að það er reikningsdæmi sem gengur ekki upp. Og ekki gleyma því að sko 1,7 milljarður byggir á rannsókn sem var gerð fyrir 2020. 3,4 milljarður síðustu áramót og það sem er að fara yfir 5 milljarðar núna er ágískun á þeim taxta eða þeim hækkunum og komugjöldum sem við sér. Það er enginn sem að skoða þetta. Það veit þetta enginn. Ég er kannski á þinginu kannski talaði nú heldur niður til þarfagreininga að því, ég meina það getur verið mjög gagnlegt að gera einhvers slags skoðun á því hversu mikla þjónustu á veita, hversu marga starfsmenn á að setja í verkið en við erum bara samt með svo margar vísbendingar uppi að við erum komin í óefni fyrir löngu. Ég get nefnt nokkur dæmi. Það eru yfir 2000 manns að bíða eftir liðskiptaaðgerðum. Okkur er tíðrætt liðskiptaaðgerð við vegna þess að ég getur sagt að það er auðvelt að plokka út á tölfræði. Við erum líka með fullt af fólki sem er að bíða eftir augnaðgerðum, legbrotnámi, gallblöðrubrottnámi. Við erum með 2 skýrslur sem landlæknisembættið gerði, eina 2019 og aðra 2020, annars vegar bíða eftir taugalæknisþjónustu og annars vegar gigtlæknisþjónustu. Og þarna sjáum við bara að þarna er mikill skortur á þjónustu. Ég nefndi þarna í pontu eða pallborðinu nefndi ég iðjuþjálfa. Sem sagt, og hann Emil hjá Gigtafélaginu kom nú að leiðrétta mig, það er sem sagt, einn iðjuþjálfi sem sinnir öllu suðvesturhorninu og annar á Akureyri. Og ég vinn með iðjuþjálfa og hún er utan kerfis af því bara hún fær náttúrulega fyrir að fyrsta ekki samning við ríkið vegna þess að liggur ekki fyrir þarfagreining. Ég hringdi upp í sjúkratryggingar og spurði getum við ekki komið þessari frábæru konu sem gerir frábæra vinnu inn á einhvern slags samning og þá var mér bara svarað að það þarfagreiningar liggja fyrir. Það eru 2 iðjuþjálfar á Íslandi sem starfa sem starfa sjálfstætt. Utan höfuðborgarsvæðisins. Einn á Akureyri og einn í Reykjavík. Men þetta er fyrir 270.000 manns. Og ég menn hvað ætlum við að eyða miklum peningum í þarfagreininguna? Bara skráið þessa konu inn. Og hver, vitið eitthvað hvernig þarfagreiningin er unnin? Ég hefði haldið að maður skrifi bara ég hefði bara haldið og skrifar á blað einn iðjuþjálfi 270.000. Við hljótum að vilja hafa við getum hort yfir hafið. Ég meina það leggja fyrir breska í NHS og svo hafa náttúrulega Skandinavar unnið mjög góða vinnu í þarfagreiningum og ég meina ég nefnt sem dæmi gigtlækna þannig að ég þekki það nú bara mjög vel. Það er talað í Svíþjóð að þurfi einn gigtarlækni í 75% klínískri móttöku
fyrir hverja 25 til 40.000 íbúa. Á Íslandi, ég finna, vissulega eru kannski 12 læknar sem eru með eru menntaðir gigtarlæknar, sumir hverja starfa ekkert við gigtlækningar, en ætla við séum ekki núna svona 7-8 sem er í klínisku starfi, kannski 9, en móttakan, það er kannski svona 4 stöðugildi. Þannig að það er 100%, 75% sem er með móttöku. Þannig að við erum með 4 stöðugildi í því, sem segir okkar að við erum þá með manpower fyrir 100.000 manns. En það búa fleira á Íslandi. Já, einmitt. Það vantar þarna fyrir 264.000 manns. Og þetta er til fyrir allar greinar. Þetta er til fyrir sjúkraþjálfun, þetta er til fyrir taugalækna, þetta er til fyrir allar. Við þurfum ekki að gera þetta sjálf, við getum bara flutt inn gögn frá Svíþjóð. En líka sko þarfagreiningin er eitt, en það er svo kort og hvernig þetta er fjármagnað. Og maður sér þetta kannski best held ég í lyfjakostnaði, sem að mér er sagt að undanfarin ár, þó nokkuð lengi, það vitað hvað þetta var á síðast ári og hvað þetta verður líklega næst, og ég ekki tala um eitthvað sérstatengt ADHD-lyfjum, ekki tala um heildina. Þetta er frekar svona þekktur kostnaður. En ár eftir ár er áætlað fjármagn miklu minna og hækkar ekkert. Og ekki með að við eins og fólksfjölgun. Nei, fjárlaganefnd er álagt að hækka þetta, þeir gera það ekki. Og þetta gerast trekk í trekk. Og þessi ákveðin liður, hann er bara alltaf í mínus hjá sjúkratryggingu. Til hvers að áætla það er ekki farið í eftirinu. En nú er talað, nú er beðið eftir einhverju skýrslu frá samkeppniseftirlitinu. Já, það er, ég veit, eins og Marja saði þarna í pontu að hún hefði kært okkur til samkeppniseftirlitsins. Og það eru mér skilst eftir því sem ég veit best, það er alltaf að gefa út einhverja leiðbenningar hvernig við eigum að starfa. Ég veit ekki til þess að samkeppniseftirlitið hafa hreinlega lagaheimild til þess að gefa út einhverja almenna leiðbenningar. Hún kærði ekki að það var beðið álit á okkur. Já, allavega hún vísaði einhverjum ábendingum til, hvort hún hafi kært okkur eða ekki, það er kannski rangt að mér að segja það, en allavega hún vísaði einhverjum ábendingum áfram á samkeppniseftirlitið og þetta var 2018 eða 2019, við fengum í sumar eitthvað plagg sem við erum búin að gefa okkar álit á, og mér skilst að þetta enda sem einhvers slags leiðbenningar. Ég meina ég ekki veit í hvað samkeppniseftirlitið við erum búin að vera með samningsumboð fyrir okkar félagsmenn í 112 ár. Hafi ekki stundum það hafa komið einhver upplýsingar það að það sé einhver gríðarlegu munur á því hvað rukkað fyrir aðgerðir eða eitthvað svo leys? Ég meina núna það er engin samningur í gangi. Nei. Það er sem þýðir það að samkeppnislög er í gildi. Já. Það er ekkert verðsamráð á milli stofa. Ég hef ekki ég veit ekki nákvæmlega hvað læknasetri er ruknar í kömugjöld. Ég þetta bara ringja og spurja. Ég myndi að hjartamiðstöðina með eitthvað annað, við erum með eitthvað gigtarmiðstöðin sem ég fer fyrir, við erum með annað. Já. Og ég meina þetta er bara okkar eigin útreiningar. Ég meina, þannig að það er ekkert, en sérst læknar innan stöðvar geta haft eitthvað við með sína milli, en ég meina það var heilmikil vinna í aðdraganda samninga sem sagt 2018 þegar við heldum að við værum að fara semja aftur við ríkið. Þá náttúrulega, að því ég var formaður félags gigtarlækna, ég vildi nútíma veða gjaldskrána okkar. Við hittum 7-8 skipti við gigtarlæknar og semst á félagsfundi og vorum að rýna í það hvernig starfa gigtarlæknar þetta, hvernig ef við fengjum að gera þetta eins og við myndum vilja hafa þetta. Og þá skrifuðum við upp þá liði sem endurspegla þjónustun okkar og svo reyndum að setja hversu langan tíma fór í það og reyndum að verðsetja út frá því og svo reiknum þetta fram og tilbaka og við lögðum þetta plagg fram en það hefur ekki fengist og ég veit miklu púður í því að reyna að fá gjaldskrána okkar samþykkta. Við skrifum 40 blaðsíðna greinargerð til þess að færa rök fyrir því að þetta taka upp ákveðna liði. Ég skrifaði líka 2016 20 blaðsíðna greinargerð ómskoðanir sem ekki fékkst í gegn. Þannig að
Hvernig fer þetta? Erum við vongóð? Nú var Marja Heimisdóttir rosalega vongóð að samningar færa nást og Já, svona einhlega samningar. Svona einhlega samningar. Ég veit Hvernig fer þetta, Vilhjálmur? Eru öryrkjar að fara að bera hennar kostnað áfram? Að óbreyttu, já. Að óbreyttu. Það held ég sé bara blasa eiginlega við, sko. Því að svar sjúkratrygginga er alltaf, við fáum bara þetta fjármagn, það er þetta sem er þetta er skiptana og ef við viljum fá meira, ef læknar og sjúkraþjálfarar vilja fá meira borgað, þá verðum við bara að minnka það sem við getum niðurgreitt, eða fjöldan. Hvað segir þú, Ragnar? Þurfum við að ráðast að pólitíkinni? Já, sko, ég væri ekki, ég hefði ekki boðið mig fram sem formann Læknafélags Reykjavíkur nema að hafa áhuga á því að ná einhverslega samningum við eins og hið opinbera. Annars væri nú ansi asnalegt að hafa tekið þetta verkefni að sér. Þannig að ég er bjartsýnismaður að eðlisfari og ég trúi því að við getum náð einhverri niðurstöðu við hið opinbera, hvort að það verði samningar, auðvitað vona ég það, en það væri þá allavega lágmarki að til dæmis að niðurgreiðsla er breytt, að við erum með nokkra leiðir til að ná markmiðum okkar. Annars vegar væri þetta að hækka svokallað einingarverð. Þannig að þá ættu sjúklingar auðveldar að ná upp í greiðsluþátttöku og svoleiðis. En svo maður hlýtur náttúrulega mega endurskoða greiðsluþátttöku kerfið. Ó, já. Það er bæði gott kerfi, en það er líka slæmt kerfi. Og ég myndi segja að það væri kannski skynsamlegt að gera einhverslega skreiningu á því hvernig hefur þetta kerfi þjónustað okkur. Og mér finnst til dæmis að fólk sem er borgunarmenn fyrir þjónustunni, þau geta tekið ríkari þátt í henni en þeir sem eiga minna á milli handana og sérstaklega þeir sem eru öryrkjar. Mér finnst fráleitt að þeir eigi að borga mikla hlutdeild í þjónustunum vegna þess að gefa þau þurfa meira notana. Þannig að kerfið er ósanngjarnt í greiðsluþátttöku kerfið í dag. Það er of mikið hallar eða sem sagt í rauninni of háar mælistikur með að við kannski fyrir suma er það en ekki alla. Nei. Og mér finnst sjálfsagt að bara þeir sem eiga pening á milli handana þeir geta borgað meira. Og ég get nefnt eitt dæmi, til dæmis fyrir 2-3 árum síðan var ákveðið að heilsugæslan yrði gjaldfrjáls. Ég skil hugmyndafræðina. Það er aðgengi yrði aukið. Á þeim tíma var það þó þannig að börn, öryrkjar og aldraðir voru þegar verndaðir. Borguðu mjög lítið eða ekki neitt. Þannig að þá sem sagt, var þessi peningur settur í fólk eins og mig og alla aðra sem kannski eru þá borgunarmenn fyrir þjónustuna. Það kostaði mörg 100 milljónir að niðurgreiða verðmiðan fyrir mig og aðra í minni stöðu úr 1500 krónum niður í 500 kall. Það er mjög skrítið að taka mörg 100 milljónir, mér minnir það verið 400 milljónir, að niðurgreiða eitthvað sem kostaði 1500 niður í 500 kall. Ég hefði frekar tekið þessa upphæð og sett hana í þar sem þörfin er mest. Það er klárlega ekki að niðurgreiða úr 1500.000. Þetta er svo lítið fyrir bara almenning sem kannski fer 2.000 til heimilislæknis á ári. Þetta er 2.000 krónur á ári sem almenningur fær hjálp með. En það er annar hópur í mun stærri, meiri þörf. Það er miklu ekki bara alltaf af og til. Ég meina það væri til dæmis þessar 400 milljónir hefðu gagnast miklu betur til þess að aðstoða fólk á örorkulífeyri að leita sér sérfræðiþjónustu. Ég hefði haldið það. Og með að þetta er ekki í lagi, þá bara dæmi sem við myndist þarna á ráðstefnunni, tengdu öryrkjum, 3 manna fjölskylda, 50.000 krónur í komugjöld á einu mánuði. Þetta gengur ekkert við. Nei, þetta er ógnarlegt. En varandi endurskoðun á þessu kerfi, ég man ekki betur en það hafi í upphafi staðið til að endurskoða það
og hefði átt að byrja á því fyrir löngu síðan. Það er breytt að verkefnum að koma þeirri umræðu bara upp á koppin. Bara, veist, kom hvað, 2017 ekki? Jú, mér minni það, Já, 2017 getur var þetta kerfi tekið, Og- við þyrftum að fletta því upp til að hafa það á hreinu. Já, nú er komið þá 5 eða 6 ár. Þá er bara að skoða hvernig hefur framkvæmdin tekist, hvað þarf að laga. Ekki bara þessar stóru peningar sem vantar, þetta bara hvernig er þetta að virka, getur við gett öðruvísi. Kostnaðar þakkið, ég man aldrei hvort maður tala að hækka það eða lækka það, en að fyrir þá sem þurfa, þá eigi þeir að borga minna. Heldur í dag, það þarf að laga það. Herru, ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna, Vilhjálmur Hjálmarsson og Ragnar Freyr Ingvarsson, og við bara vonum að eitthvað fara að gerast í þessum samningaviðræðum. Þakka fyrir. Takk hérlega. Takk.